Velkomin á þessa kynningu á námi í hagfræði við Háskóla Íslands. Ég heiti Daði Már Kristófersson og prófessor í umhverfis- og auðlindahagfræði. Og ég heiti Tinna Laufey Ásgeirsdóttir og prófessor í heilsuhagfræði. Segðu mér nú, Tinna, af hverju valdir þú að fara í hagfræði? Sko, ég fór nú ekki mjög línulega leið í gegnum menntakerfið. Ég er ekki eina af þeim sem var búin að ákveða með 5 ára hvað ég ætlaði að verða því ég yrði stór. En þannig að ég fór í annað nám fyrst og það val stýrðist kannski einna mest af því að ég hefði mjög mikinn áhuga á samfélagsmálum og var að hugsa mig hvernig ég geti fundið þeim áhuga farveg, hvort að ég vildi verða kannski blaðamaður eða eitthvað slíkt. Síðan því ég hefði klárað grunnnám í öðru fagi, flytt til Bandaríkjanna og fer þar í háskóla, tók mér 1 ár til þess að reyna að hugsa mig og fór í mörg fög, bara allt það sem ég hefði nokkuð tímann dottið í huga læra. Og þar með talið hagfræði? Þar með talið tók ég nokkra áfanga í hagfræði. Og þá kviknaði þetta? Þá kviknaði þetta, sko af því að það sem ég áttaði mig á er að ég held að fram að því hafi ég alltaf haldið að hagfræði snerist bara stýrivexti og verðbólgu, eitthvað slíkt. Já. Og þessi samfélagslegi áhugi sem ég var að reyna að finna mér farveg áður, hann fann ég þarna í hagfræðinni og ekki síst út af því að hagfræðin sameinaði kannski tvennt sem að mér fannst mikilvægt. Og það var að hagfræðin sameinaði þennan samfélagslega farveg, þetta er náttúrulega félagsvísindi. Já. En þetta er félagsvísindagrein sem að notar svona aðferði raunvísindana í mjög miklu mæli. Já. Þannig að mér fannst ég oft hafa nokkuð svona gott land undir mér, styrka stöðu í því sem ég var að nota það greiningatæki sem að maður notaði í hagfræðinu og það heillaði mig að hafa þessa samfélagslegu áherslu en samt raunvísinda aðferðinir að ef ég vildi nota þessa raunvísindalegu aðferðir þá þyrfti ég ekki bara að vera að skoða efnisheiminn. Nei. Heldur gæti ég líka verið að velta því fyrir mér hvernig búum við til gott samfélag. En finnst þér þá eins og þú hefur raunverulega alltaf haft áhuga á hagfræði en bara vissir ekki að það væri hagfræði? Ég held að það sé nákvæmlega þannig. Já. Ég held að ég hefði alltaf ætlað að fara í hagfræði en ég vissi það ekki, já. Þannig að ég fatta það ekki fyrir en ég er komin vel á 30 aldurinn. Nákvæmlega. Já, en þú fórst líka... Ég fór líka svona skrýtna leið í gegn, og eiginlega kemst að sömu niðurstöðu og þú þegar ég var í einmitt svona raunvísinda námi og eiginlega komst að því að það sem skipti mestu máli í því fagi sem að tengdist landbúnaði var stjórnkerfið en ekki hegðun einstaklingana eða hvort þeir fóru eftir forskrift búvísendana, heldur hvernig kerfið var og hvað hvatar voru í kerfinu og það bara kveikti í mér. Þetta hefur mér þótt ægilega spennandi síðan. Já, og þarna eru við kannski svona dálítið gott dæmi það að við erum bæði að skoða hluta samfélagsins sem að ekkert mörgum dettur í hug að falli undir hagfræði. Þú ert stöðugt að rannsaka umhverfi, auðlindir og annað slíkt og ég mjög mikið heilsu. Já. En þetta er mjög mikið hagfræði. Þetta er mjög mikið hagfræði, já. Raunar finnst mér nú svolítið eins og allt sé hagfræði eftir ég læriði hagfræði. Já, einmitt, og þess vegna getur fólk kannski fundið sér sinn farveg innan námsins. Já. Og vissulega er margt, þetta er mjög samfélagslegt, en samt snýst þetta mjög mikið hegðun einstaklinga. Já. En það sem er í rauninni er að ástæðan fyrir að við verðum að skilja hegðun einstaklinga er að ef við tökum einhverjar ákvarðanir að reyna að búa til gott samfélag, þá verðum við að vita hvernig einstaklingandi bregðast við. Já. Við þurfum að skilja það. Við stjórnum þeim ekki, þeir taka ákvarðanir upp á eigin spýtur. Þannig að til dæmis í mínu fæ, þar sem fólk er oft að skoða markaði til dæmis með ávanabindandi efni, áfengið að fíkniefni eitthvað slíkt. Já. Þá þýðir ekki bara að setja einhverja reglur út af einhverju útópískri hugmyndum hvernig við viljum hafa samfélagið. Nei. Við verðum að hugsa, ef að ég set þessa reglur, hvað gerir fólk þá? Og þannig að í rauninni allir þessi skilningur, þetta er náttúrulega flokka sem atferlisfræði, atferlisvísindi, út af því að við skoðum atferli fólks. Já. Og það er í rauninni út af því við þurfum að skilja þetta atferli ef við ætlum að búa til ekki eitthvað galið samfélag, ef við ætlum að búa til einhvern ramma sem að leiðir síðan til góðrar niðurstöðu. Og þetta á jafn mikið við reglur ávanabindandi efni eins og það á við auðlindastjórnunarkerfi eins og það á við stýrivexta ákvarðanir Seðlabankans. Nákvæmlega. Þannig að hvað er utan þessa ramma? Já. En þetta er sem sagt
þá kynning á náminu í hagfræði og eins og við höfum verið að tala þá snýst það það hvernig einstaklingar taka ákvarðanir og hvað hefur áhrif á ákvarðanir þeirra og hvað afleiðingar ákvarðanina eru. Þetta eru félagsvísindi og við nálgumst vandamálin frá þeim sjónarhorni en með formlegri hætti heldur en önnur félagsvísindi gera. Já, ég held að það sé. Það sé kjarnin í þessu, myndi ég segja. Já. Nú, við erum hérna með smá yfirlit yfir skipulagnámsins og það er hægt að velja sér ýmsar leiðir í því með mjög ólíkri áherslu og raunar er þannig að hagfræðideild býður upp á fjölmargar aukagreinar fyrir þá sem hafa áhuga á því enda eins og við höfum verið að fjalla hérna, þá tengist hagfræðin út í svona því sem næst öll fög sem kennd eru við Háskóla Íslands, svona með einum með öðrum hætti. Þannig að þeir sem hafa áhuga á fjármálagreinum og sem er meira svona klassíst sem fólk tengir við hagfræði. Þá eru námskeið og leiðir sem að það getur fundið sér, en síðan ef einhver hefur sérstakann áhuga á umhverfismálum, þá eru þar líka leiðir og það sem að mér hefur fundist oft styrkur þessarar greinar, þegar maður er að tala þessi mál eins og ég er náttúrulega ofta að fjalla heilbrigðismál, að maður fjallar þau á mál sem að gengur frekar vel inn í til dæmis þegar maður er að vinna með stjórnvöldum upp á ákvarðanatöku og svona að það er, þú veist, eitt að skilja líkamann eða næringu eða eitthvað slíkt og síðan er annað, ef þú ætlar að byggja eitthvað samfélag í kringum þetta að þá er þetta kannski orðfæri sem við nýtum í okkar fæi og þessi tækni og útreikningar og það sem við berum saman kostnað og ávinningu í ýmsar aðgerðir og svona, það náttúrulega nýtist mjög vel við stefnumótun í margvíslegum, sem sagt, á margvíslegum sviðum. Nú, það eru mjög margir möguleikar, hagfræði kenndum allan heim, þannig að það eru mjög miklu möguleikar á að mennta sér erlendis og mjög margir okkar nemendum fara erlendis í framhaldsnám og við raunar hvetjum þau til þess. Já, og ég held að það sé kannski alltaf líka að það komi fram að, sem að ég er nú alltaf svolítið stolt af að nemendum okkur vegnar einstaklega vel í framhaldsnámi erlendis. Í mest krefjandi háskólum í heiminum. Já. Það er alveg rétt, við erum mjög stolt af því. Nú, það eru þetta mikil eftirspurn og hefur verið eftir hagfræðingum og raunar eru við svona svolítið áhyggju fulli yfir því að það sé ekki nægilega mikið framleitt á hagfræðingum. Það vantar alltaf hagfræðingar og þeir vinna mjög víða í bæði stjórnkerfinu og einkageranum og bankakerfinu. Já, og þar kannski ef ég svona kjarna þennan áhuga sem hefur verið á fólki með þennan bakgrunn, þá held ég hann mitt komi enn og aftur svolítið til að því að hér er fólk sem hefur einhvern samfélagslega skilning en það kann líka að reikna og fara með tölur og það er bara gríðarlega mikils virði á vinnumarkaði. Þannig að þó að þetta sé svona félagsvísita grein og samfélagslega grein, þá er þetta líklega svo svona samfélagslega grein sem að nýtir þessi langsamlega formlegasta greinin getur við sagt. Já, hvað varðar þessar tæknilegu aðferðir sem að við notum og þær einar og sér eru mikils metnar á vinnumarkaði. Og opnaði leiðin í alls konar framhaldsnám. Já. Nú, hér er síðan bara farið yfir þjónustu sem að stendur ykkur til boða. Hagfræðideild heyrir undir félagsvísindasvið og það er mjög öflugt starfsfólk sem getur stutt ykkur í hverju sem þið þurfið að koma staðið að leysa. Þá látum við þetta bara duga. Já, og kannski bendum á þessu frekar upplýsingar á heimasíðu Hagfræðideildar. Frekar upplýsingar á heimasíðu Hagfræðideildar. Já. Takk fyrir. Takk fyrir.